Hægt að skrá eigendaskipti inn á svæði á vef Samgöngustofu. Seljandi ökutækis þarf að hefja þetta ferli. Fyrst þarf að velja innskráningu til að komast inn með íslykli eða rafrænum skilríkjum. Þegar skráningin staðfest, opnast svæðið sem sýnir meðal annars ökutækin sem eru skráð á seljanda. Smellið á nánar undir ökutækinu sem ætlunin að hafa eigendaskipti á. Þá opnast síða með ýmsum upplýsingum og skráningar möguleikum. Þar má meðal annars skrá meðeiganda ökutækis, umráðamenn og efst á síðunni annars vegar hægt að panta skráningaskírteini og ganga frá eigendaskiptum með því að velja hnappinn selja ökutæki. Þá opnast síða þar sem skráð þarf kaupverð, kennitölu kaupanda ásamt GSM símanúmeri, tölvupóstfang og tryggingafélagið sem kaupandi hyggst tryggja ökutækið hjá. Veljið neðst á síðunni hnappinn áfram. Þá kom upp upplýsingar álögð gjöld sem greiða þarf í 3. skrefi viðskiptana, en á þessu stigi þarf að velja hvort það kaupandi eða seljandi sem annast greiðslu gjaldana. Gangi úr skuggum að allt sé rétt skráð og velja því loknu næstu skref neðst á síðunni. Þá kemur upp síða þar sem neðst þarf að staðfesta eigendaskiptin með því að velja samþykkja. Kaupandi fær tilkynningu í SMS og eða tölvupósti að hans bíði samþykkt inni á svæði. Þegar báðir aðilar hafa samþykkt eigendaskiptin hægt að ganga frá greiðslu en það lokastig viðskiptana. Hægt að ganga frá samþykkt eigendaskipta inn á svæði á vef Samgöngustofu. Þetta í raun annað stigið af 3 sem þurfa að eiga sér stað í viðskiptum eigendaskipti ökutækis. Þegar skráning eigendaskipta staðfest, opnast svæði sem sýnir viðskiptavini samþykktir sem bíða hans eftir að eigendaskipti hafi verið skráð. Með því að velja skoða samþykktina kemur upp síða þar sem neðst hægt að ganga frá samþykkt. Í framhaldi af því birtist staðfesting á að búið sé að samþykkja viðskiptin og þá á aðeins eftir að greiða fyrir eigendaskiptin. Það hægt að gera í heimabanka eða í næsta skrefi með kreditkorti á svæði. Til að eigendaskipti teljist frágengin þarf greiðandi að greiða álögð gjöld séu þau einhver. Það gerir viðkomandi með því að fara inn á svæði með íslykli eða rafrænum skilríkjum en fyrst þurfa bæði kaupandi og seljandi að vera búin að samþykkja viðskiptin. Þegar skráningin staðfest, opnast á svæði greiðanda rafrænar samþykktir sem bíða greiðslu. Smellið á skoða. Og sé búið að samþykkja viðskiptin stofnast sjálfkrafa greiðsluseðill í heimabanka greiðanda. Greiðandi hefur 14 daga til að greiða kröfuna í bankanum. Ef ætlunin hins vegar að greiða með kreditkorti farið neðst á þessa síðu og sá möguleiki valinn. Þá opnast gluggi sem fylla þar út með upplýsingum kreditkort greiðanda. Að lokum valið að greiða og þá viðskiptin frágengin og send verður staðfesting það í tölvupósti.